Komið sæl, í 11 fréttum segir við frá því að helstu verkalýðsforkólfa landsins eru sammála að nú sé lag fyrir góða kjarasamninga. Íslenskir aðalverktakar ætla sjálfur að reka skipin sín og helstu íþróttum kvöldsins, en við byrjum á loðnunni. Mikill atgangur nú við loðnufrystingu í öllum höfnum, allt frá Hornafirði austur og norður til Þórshafnar. Víðast unnið við frystinguna á þrískiptum vöktum, allan sólarhringinn og fólk vantar til starfa. Það nánast sama hvar komið hér á Austfjörðum þessa dagana. Það hefur allstaðar gripið sig algjört loðnuæði eftir að loðnan orðin það hrognafull að Japanir eru tilbúnir að kaupa hana. Ég komin á Fáskrúðsfjörð og hér verið að frysta í að minnsta 3 húsum í landi og það einnig verið að frysta á sjó því hér við bryggjuna liggja 2 frystitógarar. Það Vestmannaey og Örvar frá Skagaströnd og við skulum bregða okkur borð í Örvar og sjá allan atganginn. Hvað kallinn í brúnni að þvæla hér niður á dekki? Það verða allir að leggjast á eitt og því ekkert að reyna að sleppa þetta undan því. Þú ert að íta við loðnunni og komin hér niður í rörinu sem hún streymir svo niður á vinnsludekkið og þar tekur frystingi við. Einmitt. Ég lempa þetta svona niður hérna og þeir eru mjög æstir ef þeir fá ekki loðnu. Menn smitast af þessu hérna, það allir á útofnuði þessi loðna byrja hérna. Verður þá kallinn skammaður? Já, alveg miskunandi. Hefurðu prófað að gefa áhöfninni loðnu í matinn? Þeir pröfuðu hérna í morgunni að hann kom hérna Japaninn og gerði smá og þá gufusauði hann aðeins fyrst og síðan sett hann olíu á pönnu, saltaði hana bara og steikti hana og svo bar hann hana fram með hérna, skal ég segja, sojaolíu bara. Og þetta kom þetta var mjög gott bara. Það var það, mjög gott bara. Og fengu sér allir að smakka? Já, svona eldri mennirnir, svona ungu mennirnir vildu heldur kjósa hamborgaran held ég. En hvernig loðnan? Hún ágæt en hrognafyllingin ekki orðin nógu góð. Hún 13% og eftir því sem að hrognin aukast þá hækkar verðið til okkar. Ákveðið var á stjórnarfundi íslenskra aðalverktaka í gær að fyrirtæki reki sjálft skip sín, Aðalvík KE og Keflavík KE. Skipin hafa verið leigð útgerðarfélagi Akureyringa en leigusamningurinn rennur út næstu mánaðamót. Nokkrir aðilar á Suðurnesjum hafa sýnt áhuga á að kaupa skipin eða leigja en á stjórnarfundinum í gær var afráðið að fyrirtækið sjálft sæi útgerðina. Viðræður standa yfir að öllum aflaskipana verði landað á Suðurnesjum, ýmist á markað eða til fyrirtækja þar. Skipin hafa verið á línu undanfarna tæpa 4 mánuði og hafa fiskað 1100 tonn, aðalega af þorski. Helmingur aflans hefur farið til vinnslu eða á markað á Suðurnesjum en hinn helmingurinn til vinnslu hjá UA fyrir norðan. Nú hillir undir að Listasafn Reykjavíkur þar með talið Errósafn fái viðunandi húsakost. Samkvæmt tillögum starfshóps nýtingu Hafnarhússins verður rúmur 3/4 hússins keyptur af Reykjavíkurhöfn og fenginn Listasafninu til umráða. Hugmyndir að Listasafn Reykjavíkur þar með talið Errósafn fái inni í Hafnarhúsinu eru ekki nýjar af nálinni en menningamálanefnd Reykjavíkur lagði þetta til í nóvember 1994. Starfshópur nýtingu Hafnarhússins hefur nú skilað tillögum sínum og stóð til að leggja þær fyrir borgarráð í dag. Af því var þó ekki af einhverjum ástæðum. Hafnarhúsið liðlega hálfrar aldar gamalt og hefur alla tíð verið í eigu Reykjavíkurhafnar. Húsið alls 9.200 fermetrar að stærð en samkvæmt tillögum starfshópsins gert ráð fyrir að borgarsjóður kaupi 1/3 þess fyrir Listasafnið. Að ræða fyrstu og aðra hæð hússins og hluta þeirri 1/3, samtals tæpa 3.500 fermetra. Kaupverð 110 milljónir og hugmyndin að eignir borgarsjóðs gangi að einhverju leyti upp í kaupin. Reykjavíkurhöfn mun áfram eiga það bil 2/3 hluta hússins. Listasafn Reykjavíkur á nú alls 13.000 verk en sökum plássleysis hefur ekki verið hægt að sýna þau nema að litlu leyti. Í þeim hluta Hafnarhússins sem borgarsjóður kaupir hugsanlega undir Listasafnið verða meðal annars sýningarsalir, listaverkageymslur, byggingarlistasafn, skrifstofa Listasafns Reykjavíkur og varanlegt aðsetur fyrir Errósafn. Í árslok 1992 færði Erró Reykjavíkurborg 16 ný málverk að gjöf og hálfu ári síðar bættust 60 olíumálverk við. Reykjavíkurborg hefur aldrei getað sýnt þessa miklu gjöf Errós en nú skapast möguleika til þess.
Erró-safnið fær samkvæmt fyrirliggjandi tillögum tæpa 800 fermetra eða tæpan fjórðung þess hluta sem Listasafnið fær til umráða. Forseti umhverfisnefndar Sameinuðu þjóðanna sem hefur verið hér í heimsókn undanfarna daga segir að honum sýnist skipan umhverfismála hér vera í mjög góðu lagi. Judging from what I have seen and the questions that I have asked, I see that the conformity and compliance is a big concern. I'm sure that the standards set by the government are comparable to the best that there are in the world. And I would say, without not having gone into detail, that the impression is the very best possible. Í viðræðum ráðamanna í umhverfismálum hér við Cavalcanti var meðal annars mikil áhersla lögð á reynt yrði frekar en nú gert að stemma stigu við mengun sjávar. Enganlega völdum svokallara frávirkra efna, það efna sem eyðast seint eða ekki. Auk þess var mjög fjallað það hvernig draga mætti úr losun koltvísýrings og annarra lofttegunda sem auka svokölluð gróðurhúsaáhrif og stuðlaði breytingum á loftslagi. Íslendingar hafa undirritað alþjóðasáttmála þess efnis. Vandi okkar í því efni sá að koltvísýringur hér kemur einkum frá bílum og fiskiskipum. Það þarf að horfa til nýrrar tækni, það þarf að reyna að draga úr orkueyðslu til dæmis í umferðinni. Umferðin er stór þáttur í þessu og síðan eigum við náttúrulega möguleika í sambandi við að stórauka okkar skógrækt og landgræðslu. En farið að gera eitthvað í þessu? En það þarf gríðarlega mikið til í því efni til þess að við getum brugðist við öllum okkar vanda. Við höfum nú á seinustu árum stóraukið til dæmis skógræktina og það er gríðarlega mikil aukning á því hvað settir niður á trjáplöntum á hverju ári nú og ég hef nú þegar rætt það í ríkisstjórn að ég vildi sjá aukna áherslu á þessi verkefni. Landgræðslan hefur verið að vinna skipulega að landgræðslu áætlun með því að kortleggja öll rofasvæði og öll okkar gróðursvæði og hvar við þurfum að leggja áherslur. Svo þar höfum við miklar upplýsingar en þetta snýst auðvitað fjármuni og það er spurning þá það að ná samkomulagi það að leggja áherslur í þessu efni frekar en einhverju öðru þegar við skiptum fjármununum. Eitt enn mætti ég kannski nefna, það er sambandi við skattamálin. Auðvitað er þetta líka spurning það að nota skattlagningu til þess að hvetja menn til þess að takast á við umhverfisvandamálin. Það eru öll skilyrði til þess að gera góða kjarasamningu næstu áramót, samninga sem skila raunverulegum kjarabótum. Spurningin er hvernig þær kjarabætur verða sóttar og hvort samflot innan verkalýðshreyfingarinnar er besta leiðin. Þetta var samdóma niðurstaða helstu forkólfa verkalýðshreyfingarinnar á fundi Alþýðubandalagsins í Reykjavík, birtingar framsýnar sem haldin var í listhúsinu í kvöld. Á fundinum var fjallað kjarastefnu ársins 1996 með hliðsjón af hagvexti, lausum kjarasamningum áramót og þingi ASÍ sem haldið verður í vor. Bryndís Hlöðversdóttir, þingmaður Alþýðubandalags í Reykjavík, flutti framsögu og varpaði fram nokkrum spurningum til 5 forystumanna úr verkalýðshreyfingunni sem sátu fundinn. Ein þeirra var hvort nú væri lag til raunverulegra kjarabóta. Ég tel í stuttumáli að miða við viðhorf okkar félaga, þá eigum við að geta gert góða samninga, en ég tek náttúrulega fram að við gerum það ekki einn. Forseti ASÍ er sammála Birni Grétari, en velti því jafnframt fyrir sér hvað teljist góðir samningar. Ég held að engir samningar séu góðir nema þeir sem að færi okkur raunverulegan kaupmáttarauka, raunverulegan kjarabætur. Ef að við ætlum að ná góðum árangri, að við höfum mjög góða samvinnu undirbúning samningagerðar. Hvernig svo sem við síðan förum við útfærsluna á því sem við höfum sameiginlega undirbúið til að bæta kjörin með þessum hætti. Formaður Dagsbrúnar vill ekki fullyrða hvort lag er til verulegra kjarabóta nú. Hins vegar verður að leggja áhersluna á launin, það liggur alveg ljóst fyrir. Það þýðir þá bara eitthvað átök eða á þarf að halda. Þið eru tilbúnir í þau, hefur þú sjálfur lýst yfir? Já, ég ekki til að fela það að ég tel að það eigi að takast á þessu hluti. Það er ekki hægt að líða það lengur og launin sé á svona lág eins og það eru hér á Íslandi. Það gengur bara ekkert upp. Formaður Samiðnar telur að nú sé lag til kjarabóta og vænlegast til árangurs í algjör samstaða innan verkalýðshreyfingarinnar.
Hins vegar telur hann litlar líkur á að sú samstaða náist, í besta falli geti landssamböndin aðeins í staðið saman. Samflot náttúrulega kannski erfitt ef þú ert að bara tala launin sjálf, sko, vegna þessi samflótu hefur þú orðið að taka tillit til ýmsan hluta sem hafa komið niður á laununum þegar þú semjum þau. Þá ég við bara skattamál, húsnæðismál og ýmislegt fleira. Ég ekki að gera lítið úr því, það eru góð mál líka. En lengur verður ekki gengið í það að hækka ekki launin. Það er alveg vonast, það verður að gerast. Og þá það helsta úr 8 fréttum í kvöld. Heilbrigðiskerfið er í rúst. Eftir stefnulausa aðferð af því, segir formaður Sjúkraliðafélags Íslands. Fjármálaráðherra vísar þessu til heilbrigðisráðherra og segist enn bíða eftir sparnaðartillögum hans. Ríkissaksóknari hefur vísað frá kæru framkvæmdanefndar heimsmeistarakeppninnar í handknattleik á hendur Halldóri Jóhannssyni á Akureyri og fyrrverandi sparisjóðsstjóra Sparisjóðs Mývetninga. Framkvæmdanefnd HM 95 kærði Halldór til rannsóknarlögreglu fyrir brot á samningi og fjárdrátt. Sparisjóðsstjóri var kærður fyrir aðild að brotunum. Forsætisráðherra Írlands telur að Sinn Féin, stjórnmálaarmur írska lýðveldishersins, geti komið á vopnahléi á ný á Norður-Írlandi. Hann leggur hart að leiðtoga Sinn Féin að fordæma sprengjutilræðið í Lundúnum. Líkur benda til þess að samkomulag hafi tekist að halda kosningar á Norður-Írlandi áður en friðarsamningar hefjast. Fallið hefur verið frá hugmyndum stórfellda niðurskurð norrænna stofnana. Samstarfsráðherrar Norðurlanda lýstu í dag vilja til að viðhalda öllum þáttum norræna samstarfsins. Það heldur áfram óbreytt í meginatriðum en áfram er stefnt af umbótum og verulegum sparnaði. Ítalska myndin Bréfberinn var tilnefnd til Óskarsverðlauna í dag og var það í fyrsta skipti í meira en 2 áratugi sem mynd á öðru tungumáli en ensku hlotnast sá heiður. Braveheart, frumraun Mels Gibsons sem leikstjóra, fékk flestar tilnefningar eða 10. Og þá það íþróttir, ekkert varð af hnefaleikabardaga Timmy Morrisons og Arthur Feathers í Las Vegas helgina. Bardaganum var aflýst á síðustu stundu. Hinn 27 ára gamli Morrison greindist með HIV-veiruna sem veldur alnæmi. Tommy Morrison has tested positive for HIV. We were informed of this situation the night before the fight, 2 o'clock, by Mark Ratner, Commissioner for the state of Nevada. At that point, we did track Mr. Morrison down, got him out of a restaurant, and I brought him up to my room personally, and that's when Tommy was told that he was tested positive. Tommy Morrison hvítur og hörund og fyrrverandi heimsmeistari í þunga hnefaleika. Íslenskir kvikmyndaáhugamenn ættu að kannast við hann því Morrison lék annað aðalhlutverki í kvikmyndinni Rocky V ásamt Sylvester Stallone. Morrison átti að berjast við Arthur Feathers en 7 klukkustundum áður en kom að bardaganum var honum aflýst. Morrison átti að keppa 3 á næstu vikum, meðal annars sama kvöld og á sama stað í Las Vegas og þeir Frank Bruno og Mike Tyson. Og einn leikur var í fyrstu deild kvenna í körfuknattleik í kvöld. Stúdínur sigruðu Akurnesinga með 52 stigum gegn 43 á Akranesi. Óvænt úrslitur í Davis bikarkeppninni í tennis þegar Ítalir slógu Rússa út úr keppninni. Rússar léku til úrslita Davis bikarinn í tennis í fyrra, töpuðu þá fyrir Bandaríkjamönnum eftir hetjulega baráttu. Árið áður náðu þeir einnig að komast í úrslit. Rússar byrjuðu ógæfulega gegn Ítölum þegar Andrei Chesnikov tapaði fyrsta leiknum gegn Andrea Gaudenzi. Chesnikov var hetja Rússa í september þegar hann tryggði þeim úrslitaleik gegn Bandaríkjamönnum eftir sigur á þjóðverjunum Mikael Stich. En lánið leikur ekki alltaf við alla í íþróttum sem annar staðar og Chesnikov tapaði úrslitaleiknum gegn Renzo Furlan í Rómaborg á sunnudag og þar fóru vonir Rússa að komast áfram í keppninni. Furlan vann í 4 settum í nístingskulda á tennisvellinum í Rómaborg. Hitinn var nálægt frostmarki og hefði átt að duga Rússanum betur en Ítalanum. Renzo Furlan engin aukvisi, hann í 20. og 9. sæti á stigalista Alþjóða tennissambandsins og honum